Ja, þá maður farin á stað aftur, fallega veðri, fara í bíltúr. Við ætlum að kíkja á rúndið með honum Steina úr Kvarasím sem að heldur betur gerði garðinn frægan hérna í den. Túruðum allan heim og voru bara stærsta band Íslands á þessum tíma og voru að túra með Guns N' Roses og Eminem og fullt af stórum nöfnum. Hann er líka mikill skeitari, var virkilega fær í skeitinu hérna og var nú bara að keppa og gera flotta hluti þar. Síðustu ár hefur hann verið að reka tónlistarvefinn album.is. Verið að gera virkilega skemmtilega hluti þar að peppa íslenska tónlistarmenningu. Við ætlum að fá hann með okkur rúndinn og gera ykkur að vita þessu. Þegar ég var yngri, þá hlustaði ég gríðarlega mikið á Kvarasím. Okay. Og náttúrulega var svona miklu uppáhaldi þetta band. Og náttúrulega bara eins og ég held að hafi nú verið hjá anskoti mörgum. Já. Og það sem að mér var alltaf sagt var að Kvarasím þýðir sinnep á japönsku. Það gerir það. Er það rétt? Já. Ok, ég hélt alltaf að þetta væri bara eitthvað kjaftæði. Nei, þetta er rétt, sko. En við vissum það ekkert, ég vissi það ekkert þegar ég fann bara nafninu, sko. Nú, það er ekki pælingin? Nei, það er ekki pælingin, sko. Okay. Við vissum það ekkert fyrir við fórum bara að spila í Japan, sko. Þá var fólk bara eitthvað, Kvarasí, mustard, bara rétt ykkur sinnep á fullu. Já. Þannig við gerum ógeðslega fyndið, þannig við byggum til Kvarasí bóli, sko, í Japan með svona sinnepstúbu, sko. Já, var það málið? Já, sem var og vinsælt, sko. Ok, ég nefnilega, í haustum af mér var ég, sko, áðan þegar ég var að rúnda, sko, var ég að hugsa, þegar ég var krakki, þá var það alltaf að segja þetta. Já. Og ég bara ekki, nei, ég kaupi ekki þegar ég skýrt bandið, þú veist, sinnep. Nei, sko, þú veist, þá náttúrulega veit ég núna að þetta er náttúrulega ekki fyrirframgert, þú varst ekkert bara eitthvað, sinnep. Nei, sko, þetta var... Þetta er geðveik tilviljun, sant? Já, þetta er rosaleg tilviljun. Þú veist líka, sko, þetta er sko, ég átti heima í Phoenix, Arizona og ég er að lesa einhverja bækur og bók og eitthvað þannig. Já, þegar þú varst yngri eða? Já, þú veist, ég var yngri og sem sagt ég kem nafnið, sko, Kvarasí og mér fannst það svo ógeðslega cool skrifa þannig ég byrjaði að nota það sem svona grafnafn, sko, svona að tagga það, út í Bandaríkjunum, sko. Ok. En síðan, sko, Kvarasí er, sko, eftirnafnið á Mohammed spámanni. Og þýðir, hann var kallað það, Mohammed Kvarasí og Kvarasí þýðir, sko, yfirnáttúrulegt. Ok. Búm! Ok, þannig að þetta, já, ok. Sjúklega djúpt. Það er komnar djúpa pælingar og mjög grunnar. Og mjög grunnar. Sko, fórum alveg skilur. Sko, ég held að þetta sé örugglega þá bara núna besta hljómsveitarnafnið sem ég heyrt. Af því að þetta þýðir bæði sinnep og sem bara yfirnáttúrulegt. Sjúklega djúpt, yfirnáttúrulegt, guðlegt. Þetta fyrir margar hringi, sko. Já, og jafnvel einhvers staðar leyndar merkingar á baku þetta sem við vitum ekki enn. Já. Þú veist. Það er ýmislegt á baku þetta. Já. Sem við förum ekkert út í. Nei, við höllum ekkert sem enginn veit, sko. Já, bara, við tökum þetta off camera á eftir, sko. Þetta þarf ekkert að koma í Nei. Þetta er, komnir með ísinn. Hvað segirðu? Komnir með ísinn. Já, komnir með ísinn og... Hvað heitir þessi gæi eftir þarna? Það er einu munna það. Bókahöfundur eða eitthvað kjaftaði. Ég man ekki hvað hann heitir, sko. Ég er bara keyrt upp á kanta hérna. Veist ekki. Er það ekki bara Reykjavík? Já. Sigtryggur eða eitthvað. Nei, ég man það. Já, eitthvað Bánsimón eða eitthvað. Bánsimón. Er þetta ekki hann Bánsimón? Jó, þetta er Bánsimón. Með minni það. Mhm. Þú er bara sprækur. Var okkur sprækur, sko. Já. Nei. Hæ. Hvað hérna... Hann trúður aftur í. Hæ? Hann trúður aftur í. Hvað er það? Er þetta eitthvað út af bíómyndinni eða eitthvað? Ert þú ekki með þetta? Þú ert með þetta. Nei, ég er ekki með þetta. Þú ert með þetta. Ég er ekki að djóka, sko. Hæ. Þú ert fucking snild. Ég er að finna þetta. Nei, ég er ekki með þetta. Nei, ég veit þú ert ekki með þetta. Ha? Hvað stendur á blöðrunni, þess að? Já, ég Skoðaðu hvað stendur á blöðunni. Já. Ég veit raun og veru ekkert hvað er að gerast. Já, afmæli í dag. Er það? Það stendur happy birthday. Nú, ok. Nei, ég var ekki afmæli í dag. Geturðu jugglað? What? Ok. Þetta er geðveikt. Veitu, gerir þetta bara hjá fólki, stekkur inn í... Vá, mér sýnist bara ekki tala. Nei, mér sýnist tala ekki neitt. Þú veist. Jæja. Þetta er svo geðveikt, sko. Nei, má ég eiga það? Já. Hey, herðu.
Þetta grínast. Wow, ok, herru, þetta var geggjað. Þetta er geðveikt. Hvað heitir þetta? Þetta er pulsuhundur. Þetta er eituslanga, já. Ok. Þetta er eituslanga og þetta er pulsuhundur með gíraffaháls. Hvað er þetta? Ég held Hún talar ekkert, sko. skilur ekkert, sko. Nei. Þetta er trúður, það skilja ekki. Já, hún er rétt, ég held að hún sé rétt að þér þetta. Já. Á ég að taka þetta, sem sagt. Já, ok. Hvað? Viltu? Hvað? Hörðu! Það er alltaf að vera vitlaust hérna. Það er alltaf að vera vitlaust hérna, maður. Djöfisins partí er í gangi. Þetta er geðveikt. En Ásgeir Kolbeins hafði vist bara verið eitthvað að segja það að þú erir bara, já, gætir ekki shit í sjómann. Já, ok. Er þetta eitthvað til í þessu þá? Já, örugglega, sko. Heldur þú myndir ekki taka Kolbana? Já, ertu að tala með að ég myndi að taka hann? Já, þetta er sönn saga, en ég er bara að segja að þú veist, heldur að þú myndir ekki taka hann í sjómann? Ég myndi alveg bóðið að taka Kolbeinn í sjómann. Já, ég bara pæla samt af hverju hann er eitthvað að bífa við þig, sko. Ég er nú komið bíf. Já, þú veist, af því að þú heyrðir þetta frá mér og ég heyrði þetta frá, skiljur, strák sem að þekki stelpu sem var eins og í En ég meina, fótbolta. sko, já, þú meinar, sko. En hann er svona íþróttagæði, það ekki? Ásgeir Kolbeins? Já, er hann ekki alltaf í Nei. ljósum og eitthvað? Já, veist, já, hann er ekkert í íþróttum. Hann er bara í ljósum? Já, hann er bara, þú veist, hann er bara sólbaði, Já, ég meina. ljósum, Já, tekur já. gett mikið af D-vitamíni, Já. litar á sér hárið, Já, er það ekki? tekur ekki shit í back samt, sko. Nei, og hann tekur ekkert í bekk, eða? Nei, sælar! Blessuð. Það var hérna Stella. Já, jólu. Þú hafði aldrei svona hugsað þér á þessum tíma bara að fylgja meira skeytinu heldur en tónlistinni það? Sko, ég ætlaði að verða atvinnumaður í hjólabretti Já. og ég bjó í Bandaríkjunum Já. og kem svo til Íslands í byrjun júní og ætlaði að vera heima yfir sumarið. En þá kynnist ég Sölva þetta sumar og við ákváðum að fara í stúdíó saman og gefa út sem sagt þetta Switchdance smáskífuna sem kom út fyrst. Já. Og Þannig að þú varst þá ekkert búinn að vera neitt í jú, ég er búinn að tónlist eitthvað ég er náttúrulega búinn að vera í tónlist frá ég var 11 ára, sko. Já, ok, já. Ég gerði lag fyrir kvikmyndina Veggfóður þegar ég var 14 ára. Ég á lag á disk sem heitir Ice Rave líka. Ok. Þannig ég er búinn að vera í tónlist alveg síðan ég var, sko, ég stofnaði minna fyrstu hljómsveit, spilaði minna fyrstu tónlingum 10 ára gamall, sko. Já, ok, Þannig að Kvaresi er svona fjórða hljómsveitin sem ég er í, sko. Þannig að þetta lá alveg við. Já, ég samdi alla texta, ég var búinn að semja texta sem ég var barn, sko. Já. Og byrjaði að hlusta á rap bara 9 ára. Og fram að því var ég búinn að hlusta á, ég veit ekki hvað, eitthvað. Já, Og þannig ég er búinn að vera endalaust í tónlist og í rauninni í hjólabretti. Ég byrjaði að skeyta, sko, þegar ég er 7-8 ára. Já. Og já, þannig að tónlist og hjólabretti. En sko, þegar ég bjó í Bandaríkjunum, þá ætlaði ég alltaf að vera tónlistarmaður og hjólabrettigæði. Og planið var að verða atvinnumaður í hjólabretti, kem síðan heim og ég var alveg góður í leið með það. Ég var að fara til LA og samninga og bjó í Phoenix og bla bla og keppa og eitthvað, vekja smá athygli. Kynnist Sölva, gerum þessa smáskífu, hún springur í loftu upp þannig ég gefi sér séns til jóla. Ætlaði síðan að fór út og skeyta meira. Ok. Síðan fer ég bara ekkert aftur út. Já, það er bara hannig. Og Kvaresi bara sprakk bara. Byrjaði allt á fullt, sko. Já. Þannig að ég er svona ok, hélt samt alltaf áfram að skeyta en síðan bara tók Kvaresi bara yfir lífið, sko. Já, hann er ekki tími til að vera eitthvað að reyna að vera pro-skater Nei. þegar að það fór í gang. Nei. Væntanlega bara verið gaman að. Já, shit. Það var bara bæði bara geðveikt, sko. Við erum að tala um sko, færeyskar gulrætur. Þetta fokk í Ég mig. er ekki að fokki þið, sko. Á ég að borða þetta? Nei, ég ætlaði bara að fá mér, sko. Já, ætlarðu að fá þér? Já, auðvitað. Þetta er alvöru bara... En þú veist það að þegar þú borðar gulrætur, þá verður þú fallega brún. Veistu það? Nei. Þú fær svona fallegan húðlit á því að borða gulrætur. Mér hefur sagt að... Gef mér hérna. Já. Þá verður maður Þú svona... ert að fá þau reyna, maður. Ég veit það maður, hvað er það? Ég heyrði það einhvers staðar að Stalín hafi borðað gulrætur til að sjá óvinina betur í seinni heimsstyrjöldinni. Seinni heimsstyrjöldinni. Ég bara segja sem ég var sagt. Já. Ég lærði þetta í skóla. En það er líka allt sem er sagt í skóla ekki kjaftæði. Það er ekkert að trúa neinu. Bara basic. Þannig að ég bjó til lag sem heitir bara Gaman hjá mér. Ok. En þú veist, það fjallar hennar bara að ég er bara eitthvað heima að mér að hafa með kaffi og lesa mokkan og svona. Sko, þú voru að dæma hvort að ég eigi eitthvað erindi í þetta geimið ekki, sko. Ok, hit me. Og bara, þú veist, þú Til í voru þetta? já, þú voru bara reddi í þetta, kíkjum á þetta,
Sjáum hvað Hlustum á segir þetta, við hlustum á þessu. þetta. Bara mönnlegt lag. Mér vantar eitthvað nýtt í stofuna. Kannski óróa. Ding ding. Vantar að setja upp nokkra myndir. Ég ætti að ná í nagla. Er að hella upp á kaffi. Ætla síðan að lesa mokkan. Kannski ég horf út gluggann til að sjá nokkra fugla. Gaman hjá mér, já gaman hjá mér. Gera eðlilega hluti. Gaman hjá mér, gaman hjá mér. Gera eðlilega hluti. Gaman hjá mér, gaman hjá mér. Gera eðlilega hluti. Sama, aftur, þetta dag. Gera eðlilega hluti. Sko, Það held ég nú. þetta er hittari. Já, þú ert bara með, úr bakkar þetta upp eða? Þetta er hittari. En þetta er ekki rap. Já, þetta er ekki rap. Ok, Þetta er ekki rap, sko. Ok, þetta er svona, hvað myndur þú kalla þetta? Þetta er bara pop. Þetta er bara pop, já. Þetta er bara pop, skilur við. Já, já. En þetta er gott pop. Nei, heyrðu. Þetta er hittari, sko. Það stóð ekkert á puttabretti. Nei. Ég var bara geðveikur á puttabretti. Í alvöru? Já. Ég átti nokkuð Ég tók puttabretti. þátt í puttabretti svona móti í smass eins og. Já, það var svoleiðis. Já. Nei, ég hef aldrei náð þessu. Ég nefnilega var, Ég get ég var ekki- betri held ég á puttabretti eða alvunubretti. Í alvöru? Sko, sonur minn á eitthvað svona palla Já. og svona dæmi. Ég skora á hann. Og hann er með svona, hann er alveg svolítið góður í, sko. Já, já. Ég er bara að segja hér og nú, ég er bara að skora á drenginn, sko. Já, Hann við tökum keppni. hann er ekki góður, sko. Þetta er rúst honum. Hann er líka 9 ára. Herðu, komið hérna mann í heimsókn. En herri, ekkert mál, ég skal læna þessu upp, sko. Ég kom með eitthvað gæja hérna í heimsókn sem Ekkert mál, ég læna þessu upp. Já, kom með Já. gæja í heimsókn sem ætlar að Hann ætlar að fokkin rústa rústa þér á puttabretti. Já. Settu pallan upp. Já, geðið harður gæja. Settu pallan upp. Smókaði á þessu seti. Nákvæmlega. Nei, Nei, ég náði því aldrei, sko. Ég skal segja þér hérna bransu. Ó, kóttu með þetta. Þegar við erum að fara til Tókíó. Við strákarnir í hljómsveitinni erum að fara til Tókíó. Já. Og keyrum inn í Tókíó, maður er allir alveg í massa fjörum eftir ógeðslega langt flug og búin að vera, þú veist, eitthvað aðeins að hérna skrála í vélinni og allir í góðu geimi bara. Og lendum í Tókíó og lendum í Japan og keyrum inn í Tókíó og hérna förum á hótelið. Og þegar við förum upp á hótelið, erum svona 20. hæð eða eitthvað upp á hóteli, þá tekur á móti okkur svona allir við sérherbyggi og tekur svona karfa á móti okkur með ávöxtum og gjöfum og kampavín og alls konar rugli. Og hann er lítið út gluggann, sko, og það var svona risastór tjörn fyrir neðan. Ok. Og þetta er samt inni tjörn eitthvað rosastórt og flott, Já. sko. Þannig við byrjum að negla sem sagt ávöxtunum ofan í tjörnina, sko. Til að sjá hvað, þú veist, blúndrast og... Já, voru upp á 20 og hún var lengst niður í Já, tjörnum. og varum að dúndra sérst ávöxtunum úr körfunni. Já, Í bara eins og menn tjörnina. gera. Já, eins og menn gera, reyna að hitta og hvað fólk kann. Það er svo gaman að skemma hlut. Bara basic. Já. Síðan ekkert meira en það í rauninni, skiljur, nema þá bara komum við síðan niður daginn eftir, svona mjög snemma, sko. Setur fólki sem vinnur hjá Sony bara svona í sófa bara svona. Og við erum hvað, hey, what's up, man? Bara eitthvað, og allir bara eitthvað, what were you doing last night? Og við bara eitthvað, what? Og sko hittum við, svo vorum við að dúndra ávöxtunum. Og við drápum nokkra fiskar sem dýrustu fiskar Tókíó. Einn fiskur er að kosta bara sko 3 milljónir eða eitthvað. Einhverjum rándýri kóifiskar eða eitthvað svona shit. Akkurat, og það var drápum 3-4 fiska og Sony þurfti að borga bara milljónir. Er það grínast? Nei. Fyrir átti að þið voru að henda einhverjum fokkin Ávöxtum bara ávöxtum í einhverja 20 hæð bara í einhverjum tjörn, skiljur. Shit. Já. Þannig að já, þið fenguð sektina eða? Já, Sony borgaði þetta bara. Og svo bara farið og bara rockaði þetta. Sony borgar þetta? Sony borgaði þetta. Sko, djö... Nei, ég er rosa leiður yfir þessum fiskum, held ég. Þú er fallega húð. Já, þakka fyrir. Ég er búinn að fallega vera hús, sko. hamri með gúlornum. Já. En þannig að já, þetta er... En er eitthvað meira svona sem stendur upp úr? Eitthvað saga sem þú manst eftir sem þú kannski ekki sagt áður? Eitthvað sprell? Eitthvað gott? Eitthvað svona bransasaga? Það er alltaf ýmislegt þegar við fórum við unnum svolítið með Cypress Hill, sko. Hvað það? Já. Tókum það er geggjað. upp lögum með Cypress Hill í LA, sko. Allir með eina feita.
Já, nú sagði að segja frá því sko nefnilega. Þegar við mætum í stúdíóið í LA þá er Gigi Muggs bara risa mixerborð sko. Og hann er með sko, já, og hann er með sko bara plötucover og það er bara svona fjall af grasi sko. Já, og ná, já, Plötucoverinn sko, og hann á mixernum sko. Og hann er bara situr og vefur á fullu og svo bara brjálu tónlist á fullu og eitthvað. Svo er gæi í vinnu hjá honum við að vefja. Já, hann er bara með gæi í vinnu Já, við hann að var að rúlla. vefja skilur á því að hann er svo klár að vefja, sko, víst eða eitthvað. Svo svona gæi þegar hann getur ekki vafið, þá vefur hann og fer út að kaupa bjór fyrir hann. Og hann er bara borgar honum, hann er bara launum, skilur. Hann er bara með vefjara. Þetta er geðveik vinna. Þú veist, þannig að bara puttabrætta gæi. Já, En vera einmitt. atvinnu, þú veist, að vefja jónur fyrir Cypress Hill. Já, bara vinna við það. Þú veist, hvað, djúvill er það geðveik. En við vorum hana í eitthvað 3-4 daga í stúdíói með Cypress Hill, sko, og það var mjög skrýtlegt, sko. Og það En var eitthvað af þessu efni sem að kom þú út. veist, var þetta eitthvað svona, var þetta collab eða? Já, nei, sko, þeir voru fengnir, já, það var collab. Við fórum semst í stúdíó með Cypress Hill, þeir endur unnu semst Stick 'em Up með okkur og gítarleikarinn úr Deftones. En síðan, sko, það var bara svo fucking lélegt að við gáðum það ekki út. Já, ok. Við hefðum getað sett Cypress Hill, sko, á plötuna okkar, sem hefði verið geðveikt. En þeir voru bara, Muggs var svo friðinn að við bara svona, veit það ekki. En þetta er á YouTube, sko. Já, ok. Mjög skemmtilegt, mjög Mjög skemmtilegt. skemmtilegt, sko, mjög skemmtilegt. En þetta puttabretta-dæmi, þetta er orðið bara heimsmeistarakeppni í þessu. Já, ég stemdi alltaf þangað, sko. Ég var Á alveg að hugsa- puttabretti? Já, ég var alltaf að hugsa að verða bara heimsmeistari í puttabretti. Þetta er Það lúxusvinna var alltaf sko stefnan. En ég meina það eru gæjar á dílum og eitthvað. Já, þess vegna er ég að pæla í dag bara að, þú veist, fara að byrja aftur í þessu. Þessi hvað skrítið samt, sko, bara svona. Já, blessaðu, hvað heitir ég? Ég heiti Bjarni, ok. Já. Hvað gerur ég? Þú veist, ég er hérna puttabrettari. Já, Já, atvinnu, puttabrettari. atvinnum puttabrettari. Og hvað gerur ég? Ég bara, Bara, þú veist, á bara, bretti. þú veist, já, bara chilla. Já, varstu að skeita? Nei, já, en þú veist. Já, ég Með skeita, puttunum, já. með puttunum. Þetta skeita, já, þú veist, ég skeita alveg, já, en Þú veist, bara á puttunum, sko. já. Ertu bara heima hjá þér þá? Já, fólk er bara ekkert að skilja þetta bara, já. Þú veist, ég tók Ertu ekki að hafa pening því? Já, Já, út af COVID-dæminu þá tók ég þátt samt í heimsmeistaramótinu bara online. Já, online, bara heima. Já, ég smíðaði alla pallana sjálfur, Já, já. bara nús, bara taka slætt og... En ég man þegar maður fekk puttabretti, sko. Þetta var samt gaman aðeins. Það geðveikt. Þá var svona þing, sko, að nota vaskinn. Já, eins og ból. Já, eins og ból, já, sko, eins og slæta ból. og niður og... Það var þannig, sko. Ha. Já, herðu, er þetta ekki bara búið að vera indæll bíltúr hjá okkur inn í dag? Jú, þetta er reyndar alveg snill bara. Það ekki? Jú. Bara sáttu með þetta? Já, þetta er bara geðveikt. Ís og... Verður samt að skera á þetta? Kíkja bara á því í kvöld. Já, kíkja bara í grill á kallinn í kvöld. Kíkja bara á grill á kallinn. Og ekki henda nokkrum lettum á og kannski Til í þetta. kannski fá okkur 1-2 kalda og Já, já. nokkra kótilettur og svona. Til í þetta. Það held ég sé eina viti. En hvað er svona, hvað viltu að fólki viti? Svona hvað viltu koma á framfæri? Hvað er næst á döfinni og... Hey, bara stay tuned. Solo-stuff fer að koma út. Ok. Undir mínu eigin nafni. Fyrsta skipti, bara Steinar Fjallsteð. Já. Já, það er bara alveg, þú ert bara með nafnið og allan. Það er ekkert artist á nafnið? Nei, ég nenni því ekki maður. Nei. Búin að vera með nokkur artist á nafni. Það var ekkert eitthvað Stoney... Ég var alltaf Stoney, sko. Já, já. Gæti núna verið Stenki. Gæti verið Stinky. Stenki Q. Stenky Q. Stenki Q úr Kvarasín, geðveikt, maður. Fucking badass. Sko. Já, bara fylgist með. Það er fyrsta lagið er að droppa í júní. Já. Og... Stekk bara hérna. Snífið fyrir þið, sko. Bara verið duglega að heimsækja album.is. Já. Já, við erum 2M. endilega... Já. Hvernig var það? Var albúm með einu M-i frátekið? Nei, það á alltaf að vera album. Já, það á að vera albúm. Seinasta M-ið stendur fyrir music. Þetta er fyrir öllum hérna maður. Album music. Herðu. Já, Það er það sem fólk veit ekki, sko. Þú ætlar að halda bara áfram að gera góða hluti Yes, sir. með album.is Já, já. og styrkja grasrótina. Já. Halda áfram að Og bara skeita. íslenska tónlist. Íslenska tónlist. Já. Halda áfram að skeita. Já. Enska útgáfan af album.is er að fara í loftið. Ok. Og markaðssetningar erlendis er að fara í loftið. Gekki. Og fullt af tónlist. Spennandi hlutir.